Menntaskólinn á Egilsstöðum tók til starfa 1979 og ert í 40 ára á þessu ári, nánatiltekið 14. október, og það er búið að vera margt dýrðir á árinu í tilefni af áfanganum. Eins og til dæmis afmælishátíð í maí í tengslu við útskrift þar sem að gamlar hljómsveitir úr sögu skólans, ljóðskáld og aðrir snillingar komu fram. Það er því vel við hæfi að heimsækja skólan á þessu tímamóta ári til að kynna sér starfið og breytingarnar sem hafa orðið á skólanum gegnum árin. Eiginlega frá fyrstu tímum þá vorum við mjög svona nýjungagjarnir í kennsluaðferðum. Komum náttúrulega fullt af nýjum kennurum hérna á þessum tíma og þeir fundur upp þetta að opna kerfi til dæmis, eða byrjuðu með það sem að nemandinn, partur af námi nemandans var bara á hans forræði sko, og hann mætti bara inn í stofu og sinnti sínu námi. Það var ekki þessi botnlausa ítroðsla í öllum tímum heldur, og þetta verið eiginlega fyllt skólanum og síðan það kristallaðist síðan aftur í 2011 þegar við fórum í nýja námskrá. Vissast erum að nota sveg sem heitir leiðsagnarnám, sem því í rauninni það kannski svona minni áhersla á þessi próf og meira áhersla á svona sífelld endurgjöf og svona virkni í tímum, minna það að kennari standi fyrir fram nemendur og tali í 50 mínútur, svona meira sæti hendurinn á þeim að leysa úr verkefnum sjálf. Og svo höfum við verkefnatíma líka, þar sem að þau hafa svolítið frjálsræði í því hvað þau eru að gera hverju sinni. Og svo náttúrulega kannski það sem er alveg sérstakt við þennan skóla er að hann er að kenna í spannakerfi, því að þessi menntaskólar sem ábyggilega þið báðið þekki og flestir sem eru að horfa kenna í tveimur önnum, í rauninni haust og vor. En hér er búið að brjóta það upp, þannig að það eru 2 spannir á hausti og 2 á vori, sem því í rauninni það að nemendur hafa helmingi færri áfanga til að fókusa á og vinna á helmingi hraðar. Þannig að það er bara svona fókus í 8 vikur, svo er það bara búinn kannski með ensku, þá er það íslenska og svo framvegis. Það er svona meiri keisla, en líka kannski þá meiri fókus því að það eru færri verkefni sem liggja fyrir hverju sinni. Svona upp undir 40% af námi nemandans er í verkefnatímastofum. Það sem eru þó kennarar og það er skrámæting og allt það, en nemandinn lærir svolítið á sínu eigin forræði sko. Biður hjálp eða þarf hjálp, fer á milli stofa til að ná í kennara ef hann þarf þess og hitta fólk, þannig að ábyrgðin hefur flust svolítið yfir á nemandann. Af hverju völdu þið ME? Mér finnst bara félagslífið líta vel út og allir eru hérna náttúrulega frá Egilsstöðum og ákveða að koma hingað út af því. Hvað var það við félagslífið sem þið leist vel á? Bara svona mikið af klubbum og mikið af hittingum og þannig. Nú þú á 3. ári styttist í útskrift, hvernig er þessi tími búinn að vera? Bara mjög góður. Hef ekkert út á að setja. Og já. Nú talar hann að félagslífið sé geggjað, þú ert búinn að upplifa það. Hvernig er þín upplifun á þessu félagslífi? Já, það er bara mjög gott. Það er alltaf nóg að gera og alltaf eitthvað í gangi. Og nóg að klubbum eins og hann bent á hérna áðan, sem við getum tekið þátt í og skemmtileg hátíðið og já, allt. En námið sjálft, ef við tölum líka það, hvernig er það? Það er mjög flott nám sko, það er góði kennar og svona uppbyggjandi nám. Ef þú myndir lýsa félagslífinu hérna í skólanum, hvernig myndir þú lýsa því? Það er klárlega mjög viðburðaríkt og skemmtilegt. Hver eru svona stærstu viðburðirnir á skólaárinu? Það er leiksýningar og svo tónleikar, myndi ég segja. Nú, þú á 1. ári, hvernig var tekið á móti þér hérna í skólanum? Mjög vel, mjög vel. Var einhver busun? Já, við farið með einhver í skóginn í myrkri og gert fullt af alls konar, það var mjög gaman. Og þitt nám, er þetta mikið fyrir utan skólan eða finnst þér að geta náð að klára námið svolítið hérna í skólanum? Sko, það er svolítið fyrir utan skólan, en það er mikið verkefnatími minna, þannig að ég næ yfirleitt að klára í skólanum. Nú hefur þú fylgt skólanum lengi, hvenær stígur þú fyrst inn í menntaskólanum á Egilsstöðum? Ég held að ég hef nú stigið inn hérna 11. október 1979 sem nemandi í nemendahóp frá Eiðum, fyrsta nemendahóp skólans. Við mættum hér öðrum nemendahóp frá Reykholti sem kom með Vilhjálmi Einarssyni þvert yfir landið hér. Og þessi fyrstu ár eru bara sem svona ævintýri fyrir mér sko, mjög skemmtilegt. Vorum í þessari byggingu, hér var dálítið mikið partur var bara byggingastigi hérna fyrsta árið ennþá sko, þannig að þetta var svona dálítið öðruvísi heldur en nú er, getur við sagt. Þú ert fyrst nemandi, síðan kennari, síðan skólameistari, þannig að þú slítur ekkert frá þessum skóla? Nei, það er einhvern veginn þá, og fyrir mér er þetta svona svolítið forréttindi að vera hér sko. Það er spurning hvort maður eigi að fá borga fyrir þetta, en þetta er allavega, já, það er mjög gott andrúm hérna og hefur svona alltaf verið það. Mér fannst það sem nemanda hérna og síðan var ég hérna vaktmaður og heimavist í mörg ár líka og þannig að ég er svolítið svona
var svolítið samdauna, getur við sagt, svona andrúminu hérna sko og þessu samfélagi sem hér og mér þykir það ákaflega skemmtilegt og eins og segi, forréttindi að taka þátt í þessu. Þú ert fyrrum nemandi hérna og núna kennari? Já, ótrúlega satt. Kannski þegar ég var hérna nemandi þá hef ég nú ekki alveg séð þetta fyrir mér. En það tók ég alveg minn tíma í það að vera nemandi hérna. En svo já, ég er mættur hingað aftur, búinn að vera í einhver 3 ár. Ég held að það hljóti bara að vera bestu meðmælin, bara algjörlega. Hérna hittirðu fyrir gömlu kennarana, þeir hljóta nú að gefa þér einhvers konar ráðleggingar hvernig maður á að vera góður kennari. Já, ég fæ náttúrulega nóg af ráðleggingum og ég náttúrulega nýti mér það líka sem að þau hérna sýndu mér þegar þau voru að kenna mér. En þetta er svolítið skrítið, mér fannst það náttúrulega sérstaklega kannski skrítið fyrst þegar ég byrjaði hérna. Að þetta var meira og minna bara allt sama liðið og hafði verið að kenna manni hérna 10 árum áður. Þannig að svona, maður er bara eins og horfa í spegil einhvern veginn, skilurðu. Hver er ástæðan fyrir að þið völduð ME? Bara nálægt heimilinu og svona. Og maður líka bara heyrt góða hluti hennar skóla. Já, mjög góð skóla. Já. Eins og hvaða hluti hafið þið heyrt? Bara að námið væri rosalega svona persónulegt, kennararnir væru góðir og bara, já, heimavistinn líka, skemmtileg. Hvernig er félagslífið hérna í skólanum? Það er bara mjög gott ef þú tekur þátt í því, sko. Já. Það eru alls konar viðburðir sem maður getur tekið þátt í. Hver eru svona stærstu viðburðirnir yfir skólaárið? Já, leikritið, klárlega. Svo er barkinn, svo er 1. des, árshátíðin líka. Svo er svona alls konar lítil böll yfir árið og svoleiðis. Alls konar viðburðir bara. Mynduð þið segja að þetta verið samheldið samfélag sem er hérna af nemendum? Já. Þú veist að þekkja flestir alla allavega. Myndi ég segja að við erum það fá, þannig.